Herri, jæja, þá ætlum við að halda áfram með okkar uppröðun og erum komin hérna í lotu 2, ætlum að hilda og byrjum við aðeins á bara tiltölulega þægilega hildum. Þannig við erum að hilda sín af through x og þá þarf að vita það hvernig hildar maður sín og það er með þá mínus cos af því að cos verður mínusinn, þannig að þetta verður að vera mínus cos til þess að fá út sinn. En það sem gerist líka er að hérna fyrir framan kemur 1/3 mínus 1/3 cos 3x pluss þetta k. Ok, af hverju kemur hérna 1/3 fyrir framan? Það er af því að þegar maður diffrar cos 3x þá þarf maður líka að diffra það sem er inn í sveganum sem verður þá 3 og 3 kemur fyrir framan og þá er hérna deilt með 3 til þess að hann detti út eða cancelist. Og því að hérna er enginn 3, þannig að við viljum ekki fá neitt 3 þegar við erum að diffra þetta. Eins hérna, e í veldinu 3x, þetta verður 1/3 e í veldinu 3x. Og 1/3 hérna fyrir framan, þetta er að sömu ástöðu hérna fyrir ofan. Það er svo að þegar maður diffrar 3x, þá kemur 3 fyrir framan og þetta er til þess að það cancelist út. Og hérna kemur alltaf yfir pluss k. Ekki gleyma því. Ef við gerum aðeins flóknara, segjum að við séum með svona dæmi. Ok, ef það væri pluss hérna, þá er þetta allt annað dæmi. Ef það væri pluss hérna, þá þarf maður meðal allt öðruvísi. Því að sinnum hérna, og þá getum við sagt að hérna kemur bara 1/4 og nú ætlum við að hilda e í veldinu 3x og við vorum að gera það hérna fyrir ofan og það er bara þessi útkoma, þannig að við getum gert hérna 1/3 e í veldinu 3x pluss k og þetta verður þá 1/12 e í veldinu 3x og ef þið eru þá til dæmis prófinu og þið eru ekki sure, þið fá ykkur útkomu og þið eru ekki viss, prófið bara að taka þetta og diffra þetta, þá áttið að fá út þetta hérna og ef þegar ég diffra þetta hérna þá kemur 3 fyrir framan og 3 deilt með 12 er ekkert annað en 1/4. Það er að sama og ég vil fá hérna. Ok, skoðu núna hvernig við erum að finna flatamál. Þannig að segjum að við erum með hérna eitthvað fall sem lítur svona út. Þetta er f af x sama sem bara x pluss 1 og við ætlum að finna hérna bilið, það flatamál er réttar sagt, sem við skyggjum hérna. Þannig að hvernig finnum við þetta? Og þurfum fyrst bara að byrja að stilla upp bara heildinu. Þannig að við erum að heilda frá bilinu 1/3. Stærri talan kemur hérna uppi og lægri talan kemur hérna niður í. Síðan kemur fallið hérna og fallið okkar er x pluss 1. Þannig kemur dx. Dx þýðir bara það að við erum að heilda breytuna x og þetta dx þýðir líka að við erum að hætta að heilda. Þannig að allt það sem myndi koma hérna í framhaldi það eru ekki að heilda. Næsta skref hérna, ég gerir bara sama sem, og þá komum hérna hotklóar og hérna einu sem ég ætla að gera úr þessu skrefi yfir þetta skref er að heilda. Þannig að ég ætla að heilda x, það verður hálft x í öðru. Ég ætla að heilda 1 og það verður x og síðan setja ég heildunumerkin hérna. Næsta skref að það er að setja inn gildin á 3 inn fyrir x og síðan ger ég það mínus og setja inn 1 fyrir x. Þannig að nú setja ég 3 inn fyrir x og það er með þægilegt að setja þetta bara í svig hérna. Þannig hérna er ég að setja 3 inn í fyrir x-ið, síðan kemur mínus, síðan kemur annars svigi og þá núna ætla ég að setja 1 inn fyrir x-ið. Þannig að þetta verður hálft 1 í öðru pluss 1 og loka svigi. Síðan getur bara hent þessin í tölun ykkar, reiknivélina og fengi ykkur útkomu og það ætti þá að vera þetta flatamál. Ok, skoðum núna ef við erum með 2 ferla, hvernig það virkar. Þannig að segjum sem svo að við erum með hérna eitthvað feril sem lítur
svona út og þetta fallið f af x og þetta x plus 3. Við erum með annað fall sem lítur kannski svona út, köllum þetta g af x og það með jöfnuna x mínus 1 og við ætlum að finna hérna eitthvað ákveðið flatamál á milli þessar tveggja ferla. Ok, þannig að ég byrja að stilla upp heildinu. Segjum að þetta sé bara mínus 2 og þetta 4. Þetta passar ekki við teikninguna en þetta ekki aðalmálið akkurat núna. En þannig ég get sett inn þessi heildinumörk. En það sem mjög mikilvægt hérna að það að við erum að taka annað fallið og draga frá hitt fallið. Og reglan svo að það fallið sem fyrir ofan. Og við notum það og drögum frá fallið sem fyrir neðan. Þannig ég get skrifa hérna bara fyrst, tökum bara skref og þetta verður f af x mínus g af x. Stundum þetta öfugt, stundum þetta g af x mínus f af x, það fer bara eftir hvor fallið fyrir ofan. Ok, núna set ég inn föllin, f af x x plus 3. Síðan kemur þessi mínus og hún setja inn g af x. Og g af x x mínus 1. Nefnum núna ég búinn að gera mistök. Og þetta algeng mistök. Þannig hérna við sjáum hérna frá hann, hérna ger ég mínus g af x. Ok, það mínus allt g af x. Og g af x þetta x mínus 1. En það sem ég að gera hérna, ég að segja mínus x. Ég ekki að segja mínus x mínus 1, ég bara að segja mínus x. Þannig sem ég verð að gera, það sem svo trikkið með þessa mínusa að maður þarf að passa að nota svega. Og það má alveg líka vera sví hérna, bara upp á að maður sjá þetta betur fyrir sér. Þannig hérna fallið f, mínus fallið g. Þannig að við getum núna hreinskráð þetta. Þetta verður x í öðru, þetta verður plus 3, þetta verður mínus x og þetta verður plus 1. Það verður plus 1 af því það mínus fyrir framan svegan og það mínus 1 og það verður plus 1. Og ekki hilda hérna strax af því þið sjáu að geta einfalda þetta. Hérna plus 3 og hérna plus 1. Þannig að við getum tekið eitt skref viðbót og sagt þetta x í öðru, þetta mínus x og þetta plus 4. Mér breytti líka röðunni, ég byrja á x í öðru, síðan kom x og síðan kom talan. Ok, en þetta hérna algeng mistök. Það þetta mínus hitt fallið, passið að hafa svega utan það. Það sem við gerðum síðan í þessum kafla var að við vorum að hilda aðra breytur en x og þá leit þetta til dæmis svona út, við erum að hilda 1 deilt með b, db og þetta virkar nákvæmlega eins með x. Þið ímyndu ykkur hérna sé x og hérna sé x, dæmið nákvæmlega eins, nema við erum bara að nota eitthvað b í staðinn. Þannig að þetta verður ln af b, því að þegar maður hildar 1 deilt með x, þá fær maður ln af x. Þegar maður hildur með b, þetta verður bara ln af b og ekki gleyma þessu k hérna. Takk eftir því, þegar við erum að hilda svona og það engin hildunarmörk, þá kemur k. Hérna vorum við með hildunarmörk og þá kemur ekkert k. K fylgir bara þegar það eru engin hildunarmörk. Annað dæmi, ef við erum að hilda t, þá kemur hérna dt. Þetta verður bara hálft t öðru plus k. Ok, skoðum núna dæmið það sem við ætlum að finna út k-ið okkar. Við ætlum að reikna út k-ið. Þannig að segja við erum með dæmið sem lítur svona út. Þannig að við erum með eitthvað heildi. Og þessar hérna upplýsingar eru gefnar. Stóra f af 1 sama sem 4. Ok, þá allir komin eitthvað stórt f. Stórt f þýðir að þau eru búin að hilda fallið f. Og stóra f þá útkoman úr þessu hérna. Það hildi hérna. Þannig að við ætlum að hilda þetta og 2x hilda það x í öðru. Ef við hildum 4 þá fáum við 4x, síðan kemur k okkar. Og þetta ekkert annað en f af x. Það að hildafall, þá erum við að finna stóra f af x.
Ok, þannig að sem við þurfum að gera núna er að við þurfum að nota þessar upplýsingar hérna til þess að finna þetta k. Þannig að við þurfum að hérna átta okkur á því að x-ið hérna er 1. Hérna sjáum við, hérna er f af x, hérna er f af 1. Þannig að vera að segja að x-ið er 1. Og f af 1 er 4, þannig að þetta hérna verður 4. Hérna kemur 1 í öðru, hérna kemur 4 sinnum 1 og hérna kemur k okkar. Þá bara einföldu þetta verður 4, 1 í öðru er 1. 4 sinnum 1 er 4, hérna kemur pluss k. Þannig við sjáum að k ætti að vera hérna mínus 1. Þá get ég skrifa hérna lokasvarið mitt að stofnfallið er x í öðru pluss 4x mínus 1. Svarið komið hérna. Ok. Annað dæmi sem við vorum að taka fyrir það er þegar við vitum ekki yfir hvað bil við erum að heilda. Hvað meina ég með því? Ég meina með því að við erum að heilda hérna kannski frá 0 upp í eitthvað tölu b. Og við erum ævilega með þetta gefið. En núna er það ekki gefið. Þannig að við þurfum að finna það. En í staðinn að þá er útkoman gefin. Oftast erum við að reikna þetta, en núna er þetta gefið. Og við erum að finna þetta b hérna. Þannig að hoppum hérna í næstu línu og skoðum vinstri hliðina þessina. Hvernig afgreiðum við þetta? Við byrjum á því að gera hana hotklófa og heildum 2x, það verður x í öðru. Og við erum að heilda yfir eitthvað frá 0 upp í eitthvað b og þetta er sama sem 9. Ok. Höldum áfram með þessa vinstri hlið og við munum að það virka þannig að við setjum fyrst inn þessa tölu hérna inn, síðan mínus við og setjum þessa tölu inn. Þannig að þetta verður b í öðru mínus 0 í öðru. Þannig sjálfsög ekki neitt nýtt, við erum bara með eitthvað bókstaf í staðinn fyrir eitthvað tölu. Þannig að við fáum hérna b í öðru saman sem, b í öðru mínus 0 í öðru saman sem 9. B í öðru mínus 0 í öðru er bara b í öðru, þetta er saman sem 9. Og við fáum að b er þá pluss mínus 3. Þetta er ekki alveg fullnægjandi svar af því að b getur ekki verið mínus 3. Þessi tala hérna, hún verður að vera stærri heldur en þessi. Þannig að þetta getur ekki verið mínus 3. Þannig að við segjum að b er saman sem 3 og það er okkar lokasvar.